Í kvöld Karlakóin að koma. 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 Þetta Karlakóin komin í eyrun á þér. Svo sannarlega. Þetta hræðilegt slagorð. Komin í eyrun á þér. Ég vil helst losna við ykkur kofa í eyrun mín, sko. En þetta Karlakóin. Þetta jólakarlakóin, eins og þið heyrðið kannski. Þið munið örugglega heyra svona jólatóni, svona yfir. Já, þetta eitthvað svona jólakóin eitthvað. En það bara lojal. Sko, mér líður svo við getum aðeins hækkað okkur aðeins betur, sko. Já, það kannski möguleiki. Hækka aðeins, sko. Þetta hljóðið sem við líka við. Já, en þarna, sko, það 27. desember hjá ykkur. Já. Jólun eru búin og allir farnir að grænja á bíða. Hvað fenguð þið í jólagjöf? En hjá okkur 22. Já, gjafir. Já, við nennum ekki að taka upp á 25. eða 27. eða 27. Hann heldur ekki 23. Mikið búið að gerast. En í dag 22. Allt að gerast. Og já, systir mín að koma heim frá útlöndum. Hún búin að búa í Sviss. Svísenland? Í Svíþjóðland? Hvað fari ekki fólk fullt af svona snitseli í Svíþjóðland? Nei, það Austurríki. Það Austurríki. Ég mann ekki, Benjamin Austurískur. Það sem hann ekki frá mjög vinsælt í Þýskalandi. Það sem nútíma Austurríki. Austurríki var hluti af Þýskalandi. En þarna, það að koma jól og þarna Úlfur með jólasinn á húfið sem ég redda á hann. Ég í jólalegustu peysunum. Og við erum með jólakökur hjá okkur sem ég má reyndar ekki bara. Ég í rauðri peysu. Ég í ullapeysu. Og nú bara skiptu úr. Já, ég í jólasokkum líka. Mamma ekki. Jú, ég rautt á hann. Ok, og já, allir í. Já, ég veit, ég jólasokk. Ég var að horfa á jólamynd þegar ég kom. Enda var ég ekki að horfa á jólamynd, ég var að horfa á The Office en Jólaþáttur? Nei, ekki eins og nýjum. Jú, ég horfði á gistinóttinni í skólanum. Þá horfði ég á jólamynd sem hét Office Christmas Party og ég myndi alveg mæla með þetta. Þetta ekki The Office eins og The Office US. Þetta ekki Já, sú mynd, já, ég maður Ég hef ekki séð hana. Hefur aldrei séð hana? Hún nefnilega það góð. Hún aðeins nýlegri, hún mjög dæmigerð nýmynd. 17, 16 eitthvað. Já, heyri. En já, svo hafði síðan trailera fyrir nýju Syngdu 2. Ég alltaf fór svo trailer og Þessi mynd. Og þessi trailer svo vondir. Þetta einhver tónlist og nokkar klippur úr myndunum. Og þetta einhver tónlist sem kom úr 2019. Það tekur svo langa tíma að búa svona myndir til. Já, ég veit en þetta bara tónlistin á trailernum. Þið gerðu þetta bara út að vera létt að fá höfundarréttina. Já, nefnilega ég sá þennan trailer fyrir mörgum mánuðum síðan, sko. Hann mjög slæmur. Nei, ég tala svo stuttu auglýsingar. Sem að fara í YouTube. Já, ég horfði á svona full trailer, sko. Ég fannst að vera mjög dramatískt. Já, en það api sem syngur eitthvað Elton John. Núna eitthvað dænir og svo stendur og byrjar að syngja. Og svo syngur kanína. Ekki svo líka einhver Ed Sheeran dúfa. Já, en talandi um tónlist. Hver svona uppáhalds jólalögin ykkar? Nei, Magnús. Afsakið. En ég var bara að fatta, ef Ed Sheeran væri dýr, væri hann dúfa. Maggi, þú mátt ekki segja þetta. Af hverju? Þetta spurningi þekki það ekki. Já, það var spurning hvað uppáhalds jólalögin. Þú ert ekki að fara að segja það hérna upp á það. Ok, afsakið. Hvað, það með heila frumur í hausnum, ha? Já, greinlega. Já, ha? Hann hefði átt að vita allar spurningar. Já, ég sagði þetta í morgun, sko. Nei, ég aldrei. Já, þannig fenguðu smá svona spoiler fyrir veistu það ekki. Þekkið ekki. Veistu. Já, ég náttúrulega, sko, í aftur, þá ætlum ég að fá ykkur tvo því að þið eru ofta að verjast fyrir hvað meira jólabarn, Maggi og Úlfur. En
ætla að fá þá 2 og þessi vinnur þekkið ekki þetta, Jóla þekkið ekki Og ef ég vinn þá fæ ég jólasveinahúfuna. Já, en hann fær þau verðlaun að vera titlaður meira jólabarn. Ég held að Arnaldur ætti að vera með jólasveinahúfuna en svo þegar kemur í ljós hver mesta jólabarnið þá verður svo manneskja með jólasveinahúfuna. Ég er meira jólabarn en Úlfur sko. Það kemur í ljós seinna. Ég slekk á mikrofónunum ykkar sko ef að Ég nenni ekki að hafa allan þáttinn eitthvað. Nei, sko, þetta mun endur Gísli Marteinn og Sigmundur af Erna. Hver er eiginlega meira í jólabarni? Erna, það er nefnilega ég. Nei, Þetta verður bara svona. Þetta er eins og þannig Sigmundur Davíð sem gestur í Gísla. Ég var að gera Þú það. varst að segja það, já, ok. Þú ert ekki með bestu verið í heim. Ég var að segja það. Þetta síðast þátturinn í þessari seríu. Svo fyrir við í janúar. Þetta er 25. þátturinn bara. Já. Og sko, síðan kemur seríu 1. Þetta gerðist þetta að fara í jólafrí fyrst þetta er síðast. Já, síðan kemur bara sko seríu 2. Það voru annað stef það kannski mun koma ný meðlumur. Við erum að spyrja Gunnar Smári á hringi með, hann vill vera meðlumur. Já, þetta verður núna sósíalista sko. Það getur verið Úlfur með hætta, Logi Einars getur komið í staðinn. Við getum fara að taka Við erum búin að vera íhuga að taka þig út Arnaldur. Gunnar ætlaði að koma í stað fyrir Úlf sko. Hvernig er þetta jólafrí búið að vera hjá ykkur strá? Það bara búið að vera mjög fínt og rólegt sko. Ég finn Ég er ekki alveg búin sko með þessa nýja seríu. Sko, fyrsta sunnudagurinn í febrúar, 7. febrúar. Þannig ég held að þá kemur næsti þáttur. 7. febrúar. Við erum reyna með þann dag, 7. febrúar, næsti þáttur. En hvernig er jólafríið? Jólafríið. Hvað viltu heyra frá mér núna? Hvað er búin að vera að gera? Hvað sem er? Ég var í sumarbústað. Já, Í sumarbústað, hvar varst í sumarbústað? Er það persónulegt eða? Nei, þetta var rétt ég var hjá ömmu minni. Hún býr nefnilega á Híbýlisvegi 19 214 Hafnarfirði og kennitalinn hennar er 92 78 502. Já. Á 13. öld. En þarna jólafrí hjá mér er búið að vera þetta jólafrí er ekkert búið að koma mér í jólaskap. Svo undir Kling. Færðu þig svona aftur. Úlfur, þú erum bara aðeins sem ekki eftir þetta. Maggi, þetta er sko, já, en þú veist að það væri ójólalegt. Þá, Maggi, þú ert afmæli í gær. Ég var neyri bæ í gær. Það var svona júlíveður sko. Já, það er alveg rétt sko. Það var júlí og það var sko reykjóli á. Það er ekki sko fyrtaðar í var þetta ekki sunnudag? Mér finnst líka ekkert vera skreytni sem er bara enginn verið í jólaskap. Sko, maður er hættur að taka eftir skreytingunum á Laugavegi til dæmis. Og þið eru búin að vera svo lengi. Það er alveg eitthvað skreytingar mér sko. Það er bara skreyta jólatri á mér. Já, við á eftir að gera það hjá mér sko. Mér finnst ekki vera jólalegt sko. Það er þarna sunnudagurinn. Mér fannst það vera hundleiðilegur. Þú ert grenjandi upp í rúmi, hugsandi frænguðina. En ég taka Nei, þetta vinkunum með mér er listen to my heart. Já. Nei, ég fór í eitthvað svona bílferð og ég var ógeðslega bílveikur og það var bara sól og eitthvað. Bílveiki er verst. Strákar, við vorum náðan að tala veður og mig langar að spyrja ykkur út að ég var að veður.is ská hvernig jólin yrðu, en hvað fundið þið fyrir jarðskjálftanum í nótt? Ég fann fyrir ekki í nótt, ég fann fyrir morgun. Ég vann fyrir 2 í morgun. Það var 4, eitthvað. Erum við að fara í annað gos? Hvað heldur þið? Þetta kemur allt frá Reykjanesskatt. Þetta kemur allt frá Geldingadölum. Já, er þetta eftir? Og þetta er hvernig þetta er búið að vera núna, sjáðu þetta. Já, ok, wow. Það var 1:30 og sem bara vakti mig. Vakti búin að vera í PowerPoint í alla morgun? Þetta var frá veður.is. Ok. En ok, ég var að segja fyrir eitt að ég er búin að vera á ég eins og við það býi í mjög mjúkum jarðveg og sem þetta er á mjög mjúkum jarðveg því ég er að bara Núna veit bara allir hvað það er. Það er ekki mörg hús með. Nei, það er bara 1 hús á Íslandi með mjúkum jarðveg. Fuck, ég glemdi. Ok, ég þetta hvort sem ég bara að segja kennitölum mína og það er 1452 C9 nei, ok, en já, en það bara svona gerir þetta mjög stund og svo býr ég líka á 3. hæð herbergið mitt líka á 3. hæð. Já, það er skemmtilegt eða ekki? Það verður 3. hæð langafst uppi og getur bara hort niður og öll sískinni bara
Þið eru fyrir neðan mig. Hvað sko glugga heldur ég hefur held ég var bara glugginn að baka bara halló mamma, má ég horfa að þið skýta? Þetta ekki venjulega þannig. Inn í herbygginu mér, það nefnilega svona mjög svona nefnilega svona bókaðla mín. Hún svona, mér líður svona að detta á mig. Ég skil þig. Hún svo stór og svona hrist. Alltaf þegar ég labba undir því svona nálægt hérna háum skýja eða svona hærri húsum yfir 20 hæðum og horfi upp, þá líður mér illa. Og líður mér svona sé frá dætt yfir mig. Já. En þarna Ég það saman bara með Þú ert ekki, Úlfur, þú Sjálfsfróla. ert svolítið þunglöndur þessi jólaðegi. Þú komið svona Úlfur. Ég vissum að jólin og eftir jólin var ég komin í svona gott skap sko. Það voru bara eitthvað dansandi með vikingi í hendinni og bara Ég verð alltaf svo hress aðventun. aðvendin er búin, sko. Er það að tala að milli jól og nýjárs? Milli jól og nýjárs? Já. Nei. Nei, hvað er það að tala um það? Bara byrjun desember. Já, aðvendan, sko. Já. Við viljum Aðvendanir til Þú veist að segja að mér er ekki búin að líða vel í desember en mér líður alltaf svo vel að aðvendinni. Ég var sko eiginlega í mesta jólaskapinu mínu í byrjun nóvember eða byrjandi miðsumar. Sama með útvarpstöðvarnar, sko, það ég er ekki að grínast, en mér finnst ég heyra fleiri jólalög í byrjun nóvember en oftar í kringum desember. Já, ok, en ég set alltaf á hérna 2052 og það er bara jólalög. Sem ég set á lettbylgjuna en ég er með, Ég gæti ekki þetta Það er söguna þarna þegar við ætlum að koma í kampana. hún er bara með, hún er ekki með sérstaklega skemmtileg jólalög heldur. Já, Hún einmitt. er bara með bóa aðra. En þarna áðan að Matthías að segja hvað er við með kökur í settinu Já, ég segi ykkur út á hverju. Það er bara löng og flókin að segja. Mjög löng og flókin, mjög löng og mjög flókin. Nú klukkan 2. Ég átti tíminn að okkar fara var- að byrja klukkan 12. Tíminn okkar byrjaði korter í 12. En þarna við þurfum að byrja að taka klukkan 2 eitthvað þannig. Hvort er yfir mér? Nei, við hefum ekki kortir til að ganga. Korter í 1. Korter í 1, já 1, Já, ég já. segi korter í 12. Nei, en þarna, já, og þá þarna sko þá þarna ætlum við sem sagt að koma hingað. En þá var ég sko Nei. Ég er búin að taka þetta sko. Það voru poppfiltar þarna fattin. Heyrðu, já. En þarna allavega, þá komum við hingað inn. Og þarna, þá sko fyrsta klukkutíman, þá var ennþá fólki sem var hérna inni. Fólki sem var hérna inni áður. Það var nefnilega ennþá að klippa sko, að senda útsýninguna. Voru þið að klippa líka? En nei, það er ekki klippið það. Það er ógeðslega. Matti fór að hjálpa þeim að fekk ákvað köku fyrir að vera þess að sko, við eigum alveg venjulega erum við sko, og fólki á bókasöfnu var líka svo eitthvað svo leiðilegt. Þannig í staðin fyrir að séu með 1 tíma, 1,5 tíma eins og við erum alveg, það er nú með 2,5 tíma. Og svo mögulega meira ef við þurfum það. Já, en þarna, já. Ég þurfti bara að segja þeim að stereomix var allt, sko, það var það var eins og ég gerði bara, já, stereomix, þetta er bara allt saman, sko. Þetta er mic 1, mic 2, mic 3, mic 4. Voru það að senda allt í sér Var það vandamálið? Það var vandamál, já. Já, stereomix, að þau fundi ekki. Ég vissi hvað skráfunum var, en þau vissi ekki bara stereomix, þeir Já. skildi við okkur mörgum bitum og það var einn hlaðs niður í einn bit, en það bara kom alltaf í mörgum bitum. Þannig að ég þurfti bara að segja, já, stereomix er bara allt þetta saman. Og ég sagði bara haldið öllu hinu ef að stereomix er í stófa. Hashtag svona fyrsta skiptið í kompani, sko. Já, nei, það hefur verið náðu, sko. Og þegar þú að breyta kerfinu, einhvern tíma var bara þetta í fyrstu karlíkóttunum, þá var bara þá var ekki eitthvað stereomix eða þannig, sko. En strákar, sko, vegna þess að ég nenni ekki að tala um þetta rugl svona hvað gerðist í kompani hérna áður. Ég er með eitt sem ég þarf að segja. Hvert ég fór í gær. Já, nei, nefnilega, ég ætla að spyrja fyrst nefnilega, eru þið búin að horfa á alla myndina sem þið þurfið að horfa á í hverjum einasta desember? Þetta sem svo Ég er ekki með festist í bara huganum. horfamyndir. Ég er bara með það. Já, ég er bara með Home Alone líka, sko. Já, eftir að horfa á Mér finnst skemmtilegt að horfa á myndir Það sem er ekki skræðið Christmas Vacation. Já. Já, mér finnst Christmas Vacation skemmtileg. Ég er samt bara síðan Er þetta spurningi þekkið ekki? Hver er upp á sjónmyndin ykkar? Nei, það er ekki spurning. Ha? Nei, Nei, ok, hver er Það er líka út að Úlfur hefur enda, það hefur frekar auðvist fyrir Úlf út að hefur komið frá Þetta er aðeins að erfiðari kantinum, sko. Já, mér myndi ég alltaf segja Home Alone, sko. Ég held 1 að og 2. En síðan ef ég ætti að velja eina aðra verður örugglega Christmas Vacation. Mér finnst það svo skemmtileg.
Ég man að þú varst ekki mikill aðdáandi í fyrstu. Já. Þú sagðir eitthvað, þetta ömurlega myndi. Hún byrjaði svo hægt. Ég langar að gera sjálfsmorð Hún byrjaði svo hægt en síðan Hvað, sást hann ekki bara í fyrra eða eitthvað fyrir Jú. Já, Mattías, endilega segðu okkur hvar þú varst í gær. Já, ég var í Bæjarbíói. Bæjarbíó á Akureyri. Það er Borgarbíó sem er á Akureyri. Bæjarbíó er Hafnarfirði. Það er samt næst í það sama. Nei, Hafnarfirði er Hljóma næst í. Það er bær og borg, þú veist, það er næst í það. Þú veist á Bæjarbíó, það er ég er á Bæjarbíó. Og hittir. Nei, það er líka bíópappi minn svo Bruce Wayne mynd þarna. Hvað, nýja eða? Nei, ekki nýja, bara fyrir löngu síðan. Þetta er hægt að vera bíó, sko, en núna er þetta bara líka. Það veit það. En þannig að já, þú fóst á. Og mér langar að segja prumpi, piss og kúka jólasöguna þeirra. Þetta er álega saga hjá Tvíða. Mér fannst þessi ár frekar fyndin. Já. Nei, þú varst ekki búin að segja að þú fóst á Tvíða. Já, ég fór á Tvíða. Já. Ég sett það inn á story mitt til að fylgja mig. Mattías Allarsson á Já, ég veit það. Ég bara klappa svona til að fara. En það kom ekki afmæli mitt til að fara á þessa sýningu. Ég pínu vonsvikið. Út af þetta var eina sýningin. Er þetta bara ég held að það var 14. sýningin. Nei, það er 2 sýningar, en ég var sko á biðlista og svo bara í gær, bara svona 2 klukkutíma fyrir sýninguna, þá var einhver sem var að selja 2 miða. Og keyptir þá? Ég keypti þá. En ég ætla samt að gefa þér afmælisgjöf út af að ég er í alveg. Já, ertu með hana núna? Nei, ég er ekki með, ég ætla að koma með núna, en ég var að flýta mig, þannig að ég gerði Hvað? Maggi var að bæta stóri sett, hann eitthvað með bleikt hár. Já, Þetta er blátt. Er þetta þú? Þetta er blátt. Ertu litblindur þá? Góð, mér leiði svo að þú var að mála. Þetta er ekki alvöru stóri mitt, þetta er bara þið sem fáið. Hvaða litur er þetta? Þetta er blár. Þú sagði bleikur. Ég sagði blátt. Þú sagði bleikt hár. Hann mismælti því, ég er fæstur á því. En þarna Segir þú, Maggi, af öllu, sko. Maggi er nefnilega kannski litblindur, mögulega. Við getum allir verið litblindur. Búm, 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 búm. Bararóm. Nei! Mér langar ekki að heita. Maggi, það er eina sem ég langar í jólagjöf og það er ekki að heita Maggi, ég var ekki Jésu Kristu. Maggi, ég Mér langar ekki að heita Maggas. Maggi, ég var að taka upp stóri að þér bom, 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 bom. Ég langar ekki að heyrum rauða geimfaran. Hann heitir Amogus. Hlustum á þetta einu snart. Ok, ég held við ætlum að fara í ykkur Nei. Það er nefnilega það eitt sem ég langar að heyra frá þarna Arnaldi. Býta hans, við þurfum að heyra þetta aftur. Ertu bara að setja þetta inn á story? Já. Við viljast ekki gera það. Akkur ekki það? Maður getur fyndið. Já, ok. Enginn er að fara með hvernig hann Oh my god, þetta er svo cringe. Þú ætlar að spyrja mig út í Enginn verður þannig. Nei. Þannig að sagði þú, Maggi, þú hafðir afmælið, þú varst með afmælið þitt á 9 En spennum. bara eitt þarna, Maggi, Spiderman. þeir 2 eru að koma í samfélagsmiðla. Hún er að koma á Facebook og Messenger. Og þú Maggi er komin. ert þú ekki að fara í Instagram ráðlega? Ég er á Instagram, Facebook, Twitter. Ég er endur ekki búin að tweeta neina. Messenger, Ég segja neitt á Instagram. Messenger, Snapchat. Og ég er á Reddit náttúrulega. Já, ég heiti bara Magnús Sigurður og eiginlega öllu. Ok, cool. Discord. En þarna, Discord, en já. ég ætla ekki að gera Discord mitt. Við fórum Þú ert á TikTok? Já, við erum á TikTok. Ættilega að kíkja, það er mjög gaman, það er hægt að sjá það. En þarna, nefnilega, sko, við fórum á 9 Spiderman myndina. Hún er mjög góð. En Arnmundur hefur ykkur aðra skoðun og varst þú að skrifa hana? Þú sagðir eitthvað, þú ætlar að segja nokkuð. Í heilanum mínum. Í heilanum? Já. Segðu okkur aðeins þínu sko. Hvað fannst þér hana? Þetta er náttúrulega, ég var ekki að gera mikla væntingar fyrir rauðri vera að hoppa byggingum að segja eins og ofurhetja. Þannig bíómynd, sko. Sko, ég verð bara að segja með svona ofurhetjumyndir, þetta er svolítið svona piparsvennaklám. Piparsvennaklám? Já, piparsvennaklám. Ég held að getum við hægt að tala um þetta. Nei, Nei. það er í alveg góð ástæð fyrir því en ég get eiginlega ekki sagt hana. Og þetta tengist mér ekki persónulega. Nei, en þarna, ég ætti að segja mína sko. Þetta er svolítið svona piparsvennaklám, sko. Teikna ekki borðið. Það er ekki oft sér svona ferstuga svona gæja sem eru svona að horfa á Spiderman svona, eitthvað svona, skiljur, svona piparsvennakær. Þeim eru ofta að horfa á Spiderman. Já. Það er svolítið svona, og síðan er þetta svolítið svona, þetta er
algjör djöflasýra Sagði ekki geimsýra? Geimasýra, jú, bara þú skildir það ekki Nefnilega ég sagði pappa nefnilega að þetta væri geimasýra sko og sagði já, allar myndir með Dr. Strange eru geimasýra sko Það voru einhverja svona brandarar eitthvað en þeir voru allir svona eins og okkur svona barnalegri Disney mynd skilur ekkert eitthvað sem þetta að hlæja skilur og síðan eru þau að reyna að koma eitthvað svona rómantíska sögur það alltaf sögur sem maður sé áður ef þú hefur séð myndinar áður þá er þetta alveg skemmtileg saga sko. Já, en mjög ég veist að þessi svona ástarsaga ég sé alveg sögu í mörgum öðrum kvikmyndum Nú, hvað þetta er svolítið, ég man ekki hvað hann heitir en þetta er svona copy-paste mörgum öðrum myndum það er alveg eins Þannig það er mikið það er mikið í þessu sem er svona ekki Allavega var Willem Dafoe í myndinni Já. Fyrir þeir sem hafa ekki séð þessa mynd please skipið yfir þennan part Ég hefði kannski átt að segja það fyrst Hvað er þetta Willem? Ég held að öll Willem Dafoe Ég held að segja Það voru ekki spoilerar í henni samt Ha? Við vorum ekki með neina að þeir beina spoilerar Nei, ég er bara að segja bara mín Willem Dafoe var besti leikarinn Mér finnst þetta er uppáhaldsmarlunindin mín allavega, svo ég málum með að horfa Þú hvernig hljómar Willem Dafoe sem nafna einhver sem myndi bjóða svo fram fyrir pírata Þegar ég hugsa Ég ætla ekki að segja þessa setningu Ok, við langar að færa í lið núna bara Já, þannig að mér sko spurningalið Nei, mér finnst við alla þættina sko að sögudótið ætti að vera fyrst svo kemur þið þekkið ekki Já. og svo verður þess að við vorum að koma eitt sem ég ætla ekki að segja þannig að kemur kannski á eftir það Já, svo kemur óvart, kemur eftir það Já. Þannig getum við farið í sögudótið fyrst Já, ég er enda Fyrst spurninga, please, bara Já, ég er enda fyrst segja frá sögun sem Jón Gnarr sagði á Já, Þetta var svona góð saga Já, hún er ekki droslega Þetta byrja á gamalli konu Þetta er sönsa, þetta er frængans Erna Jón Gnarr og hún er hvað 70 plus eitthvað og hún er bara eina jólgjöf eftir og hún er að fara að kaupa hann í Kringlunni fara í Hagkaup í Kringlu, kaupa þetta spil og fara en hún er með svo mikið magaverk en hún verður eiginlega að gera núna hún fer og með ofslega mikið magaverk og hún heldur að þetta myndi bara fara sjálfkrafa hún á þetta ekkert að vera að gera í þessu og hún svo bara stækkar maður hann verður bara verri og verri og svo loksir síðan spilið og bara tekur það og ætlar að vera fljótum getur að komast út í bíl og bara gera eitthvað fara að drekka vatn eða bara fá að prumpa út það hjálpar oftast og hún kaupir spilið og hún er í röðinni og hún bara byrja að svitna þetta er svo fyrir að halda í sér og svo kemur að henni og svo að hún loksins búin að borga og hleypur hún bara beint út ekki einu sinni í gegnum rúlluhurðirnar bara beinust leið út neyðarútganginn og út í bíl sest inn og svo bara 10-15 sekundar prumpa Já, ok Látur og bíðið og hún kíkir svo yfir á mannin sinn Þetta er ekki maðurinn hennar Þetta er einhver ókunnur maður og svo barn í aftursætinu og hún er í kolorikum bíl og svo er það lúsk hvernig Jón Gnarr segði það sem gerir þetta svo mikið betra Já, nefnilega sko ég nefnilega það er ekki hægt að segja sögunar betur eftir en gæinn sem sagði söguna fyrst Já, eins og við sérstaklega þegar Jón Gnarr segja það svo En þarna, sko, já, ég vil fara í þarna sögustundi okkar eða hvað sem þetta heitir Að ég gerst Nei, ég vil fara frekar í hérna spurningaleikin Getum við farið í hann núna, please Af hverju? Bara, ég held að það sé komið tíma til Mér finnst það fyrst Það kom nýr hljóð I love girls I love girls Ommoin Bastoska, Murtka Vel, lever du her? Ég elska að heita gælur sko I love sko Þau getur byrjað Hvaða hálfvitar eru þetta? Þetta voru örugglega gaurarnir sem voru þarna. Nei Þetta er eitthvað svona 14 manna krakk Börður Já, þetta er sem og gerði Versló Þetta er dönsku verkefni fyrir Versló Það sem verði eitthvað svona Já, ég elsku din sexy pía
já. Þið verðum að segja þetta, sko. Ég elska veislu. Förum við bara, ok, Ég ég elska til veislu. bara söguleikinn. Ok, er ég ekki hérna að tala við Úlf sem er jólasveinn? Ok, all right. Mattías, þú ætlar að gera stefnu. Sögustundi takkar. Já, verið velkomin í sögustundina okkar. Hér er ég komin með jólasveinin. Vertu sæll jólasveinin. Já, takk fyrir það. Sko, nú eru jólin í Hó, hó, hó. Já, nú eru jólin í andráðanum og hvað ert þú svona spenntastu fyrir jólunum í ár? Ég bara spenntur fyrir að fara í frí, sko. Já, hvenær ferð þú svona í frí? Ert þú ekki bara að vinna allt árið umkring? Nei. Nú, ertu í hlutastarfi sem jólasveinn? Ha? Er það hlutastarf að vera jólasveinn? Hlutastarf? Já. Nei. Nú, hvað ertu þá að Ég gera? var fæddur sem jólasveinn. Já, en hvað ertu að gera afgang öfsins þegar þú ert ekki að svengast? Ha. Þetta var hræðilega. Svona, þú veist, bara í venjulegu marsdegi eða eitthvað, þú veist, ágústdegi. Hvað er að ykkur, maður? Herðu, Engir, ef þú ætlar ekki að fara, ef þú ætlar ekki að þegja, þá þarf ég því miður að draga þig út. Já, með þegju, Dótti, ég veit alveg hvað þú heitir, sko. Ég er fucking Svenki. Já, Svenki. En hvað er svona það besta við að vera, já, ég var að spyrja þig, hvað gerir þú á sumrin, eða þegar það er ekki jól? Sko, það er ekkert að fucking gera á þessum helvítis póli, maður. Já, hvað gerir þú þá? Ferðu til Evrópu? Ég má það ekki. Nú, Enginn má sjá mig. tekur ekki bara þér hús? Þetta er andskotans fucking lífið hérna, maður. Já, ég skil þig. Eina gamanið þessa eina nótt. Já, ég skil þig. Ert þú ekkert að búa til leikfeng með álfunum? Já, við erum með áhorfendaspurningar, hlustendaspurningar. Hvað veist þú, Kraki? Ertu jólasveinninn? Já. Ég er mikill aðdáandi. Nei. Ég var að horfa á Netflix. Þannig að Arthur Christmas, er það based on real event sem gerist hjá þér? Segjum það bara. Já, við erum með fleiri aðdáendur í salnum. Já, má ég fá að setjast á löppina þína? Hei, það kallast kynferðisleg áreitni, ungur drengur. Sko, ég er að segja það, allir þessi jólasveina sem er í kringlunni, Já. eða allir þessi jólasveina í þessum jólasveinabúningum, það eru bara einhverju hálfvitar, sko. Já, en Bara einhverju rónar. En þú leikur náttúrulega Líta ekkert út eins og ég. Já, en hvað með Coca-Cola auglýsingar? Þú leikur í þeim, náttúrulega. Nei. Hver þá? Er það eitthvað róni? Já. Ég veit. Út af því Coca-Cola jólasveina Ég er nú oft búin að fara í svona jólasveinabúning. Jesú Kristur er rugg. Já. Jólin snúast ekkert um Jesú lengur. Já, Það snúast bara um mig. Já, þetta. Ég er aðall núna. Já, gaman. En hvað finnst þér Séra Nikolás? Séra Nikolás, hann má fokka sér, sko. Það, hvað gerði hann? Hvað gerði hann? Já. Hei, það er önnur mannski, þetta er sonur Svenka. Ekki, þú veist ekki betur um mig. Hann er langa við hann. Ég er Sveinn. Langa. Þú er bara einhver 16 ára drengur með smokk. Já. Nú, Doddi Dodds. Ég held þú verið jólasveinin. ég fari til þín áður. Sko, ég man, nei, ég man að ég kom til þín, Doddi, að gefa þér í skól. Ég veit, það eru þessi 13 fucking svenkar í þessum fucking gríluegli að runga sér. En það er ég sem kem og set í skóin og ég man að þú varst bara að runga þér og ég bara flýtti mig bara. Setti svona kinderegg í fucking skónum og bara druglaði mig, sko. Já, nákvæmlega. En hvað með hérna áhugaverð? Ert þú með hreindýr? Eitthvað svoleiðis? Nei. Hvað gerir þá? Eru þau maturinn þinn? Já. Borðaði hreindýr? Ég borða á, sko. Já, ok. Ég fá það á Hvað jólamatinn. með Rúdolf? Er nefðan sko til bræði? Hann er með krabba minn, sko. Hann borðar Hann er með hann ekki. krabbamein í Borðar nefið. hann ekki. Hann er með krabba minn í nefn. Já. Borðar hann það ekki? Allir eitthvað rútaði mig rauðan nefi. Já, bara elsku kalli, sko. Láta hann í friði. Já, nákvæmlega. Elskur litla hreindýr. Hefur þú aldrei hugsað að fara með hann til læknis? Við fórum með hann til læknis. Það er ekkert hægt að gera í þessu. Er það Það glóar þegar hann er í sásöka. Bara
bara hræðilegt sko. Já, en heyrðu, ég fekk ég heyrði það að íslensku jólasveinarnir hefði eitthvað að segja þetta. Já. Yfir til þín, Giljakur. Já, ég heitir þetta Doddi Þú elskar mjólk til það ekki Giljakur, ekki þú Doddi Dodds. Ok, alltaf, hæ, ég heiti Giljagaur. Já, það var að sjá þig, Giljakur. Ég vissum þú elskar eitthvað meira en bara mjólk, kallinn minn. Já, ég borða, ég það gera það gilli á börn. Já, þú kýtt á börn. Já. Það er mjög óviðeigandi. Það er pottþétt ekki rámt við það, sko. Já, er það ekki óviðeigandi? Já, síðan höfum við líka á línunni hann Kertasníki. Já, ég... Nei. Þú ert ekki Kertasníkir, þú Giljakur. Já, Kertasníkir, hvað segir þú? Allt gott. Já, en hvað finnst þér ameríska sminka? Ameríska? Já, þú ert Ameríkani. Nei. Viðurkendu það. Nei. Viðurkendu það. Fucking Ameríkani. Nei, ég er norðurpóli. Ég sko sálfræðingur. Afsakið, þú ættir að taka hann hérna út. Já, þá er þáttur að enda all kæru börnin heiminn. Nei. Nú hafið þið kynst jólasveinunum í eitt skipti fyrir öll. Hvað er í gangi? Þátturinn er búinn. Hvað stæðum við að gera með Ég er ekki búinn, sko. Spila eitthvað hljóð til að Þetta er búið? Já, hvað? Nei, ég vil bara spyrja þig, Kertasníkir. Já. Þarna, sko, Ekki Kertasníkir. ég held að þú væri aðstiprestur í Nei, einhverju samfélagi, sko. ég er ekki Alltaf að setja Kertasníkir. kerti. Þetta er sálfræðingur. Ég veit ekki hvað ég er að Ok, gera. það er alveg Fenguð þið ykkur Hættum að tegja lopan Taktu og bara endum hennar. Já, algjörlega. Maggi, þú ætlar að reyna að halda áfram. Já, þetta er gaman. Sem bara, já, algjörlega. 5 sekúndur síðan. Ég var að reyna bara að fá það til að En þarna, við erum með atriði líka í þættinu. Svona stuttan. Við erum með svona flugu, getur maður kallað það. Já. Ef maður er alveg henni mistari. Við erum með svona flugu hérna sem við ætlum að spila það. Ég finn það á öllu, þau að bresta á. Það ekki að villast, held ég svei mér þá. Já, það liggur eitthvað í loftinu. Sjáðu öll ljósin, snjórinn lendur. Sjálfur ég frekar spenntur. Allt til reiðu, svona komið nú. Svo hvenær má ég hringja jólin inn? Ding-a-ling. Ég höndla ekki allan jólaspenningin. Ding-a-ling. Löngu komið tíma og kerti og spil. Kærleik og yl. Það ekki margt sem ég vil. Svo má ég hringja jólin inn. Ding-a-ling. Ég sé það á öllu, allt í kringum mig. Jólin að fresta á. Ekki hægt að fara á næsta stig. Setjum í 5. gír. Stjörnurnar skína, klukkurnar klingja. Krakkar upp úr þurru syngja. Þetta komið, við skulum drífa þetta af. Komið tíma, kerti og spil. Kærleik og yl. Það ekki margt sem ég vil. Svo má ég hringja jólin inn. Ding-a-ling. Hringin jólin, ding-a-ling. Þau að bresta á. Jólin, ding-a-ling-a-ling. Hringin jólin. Þau að bresta á. Jólin að bresta á. Svo hvenær má ég jólin inn, ding-a-ling. Ég höndla ekki allan jólaspenningin. Ding-a-ling. Löngu komið tíma, kerti og spil. Kærleik og yl. Það ekki margt sem ég vil. Svo má ég hringja jólin inn. Ding-a-ling. Hringja jólin inn. Ding-a-ling. En jæja, nú ég meina svona spurningu sem þykist jólunum. Já.
Hvað svona uppbóls jólakökunar ykkar? Erum við ekki að fara að vinda okkur yfir í þekkið það ekki? Jú, Ég vil taka smá spjall. Já, bara Ég vil taka smá spjall. Nei, við erum bara að fara inn í þetta er jólaþáttur. Hvað er svona skemmtilegt við jólin í ár? Svona sem er ekki búið að vera mörg og jól. Hitta vini. Já, hitta vini. Ég fæ aldrei að gera það. Ég er alltaf veitn á jólum. Við erum komin í spjall sko. Já. Ok, fáum að spjall í smá stund. Ég finnst það líka skemmtilegt. Þetta líka jólasennum. En svo hafið þið fattað að við erum eiginlega sko bara Þú talar ekki svona. Já, þú talar ekki svona. Hafið þið fattað, við erum eiginlega bara FM 95 Blue og tvíhöfðu blandað saman og aðeins yngri. Já, við erum krakkar og útgáfur af tvíhöfða og FM 95 Blue blanda saman. Við höfum eiginlega svona, við erum svona alltaf líkir tvíhöfða. Við erum alls svona sketsa. Ok, það er ekkert gott við það. Að vera á krakkarúf. Já, það er rosalega bara vont, við eitthvað. Já, maður fær ekkert borgað. Maður fær borgað sko. Já, maður fær átseitjast. Já. Þú ert samt bara að gera þetta fyrir mig. Ég myndi frekar borga til að vera ekki á krakkarúf, sko. I only do it for the money. Maggi, þú ert nú meira kapitalisti, Kapitalisti. Nei, Ég það er bara gjafir og Maggi, þú ert ekki að gera þetta í þágu þjóðarinnar. Þú ert ekki að gera þetta að upplýsa börn landsins. En já, stjórnmál. ég Þú bara vil- að gera þetta til að fá svona money. Eina sem maður vill er að Mér langar ekki að vera á krakkarúf. Bjarni Benur að Já. hringja. Hann vill að verða þarna formaður ungar sjálfstæðismanna. Ég er ekki Þeir eru borgað. Hvað ef að Sigmundur Davíð væri barnamálaráðherra? Það væri martröð. Og ég bara hata hvernig þetta hljóma barnamálar og bara hann ræðir bara börnunum. Hvað er fullorðinsmálar? Farðu að verki, farðu að vinna í verksmiðinu minni. Ok, afsakið, ef það er ekki barnamálar á þeirra, hvað er það fullorðinsmálar á þeirra? Það ætti að vera búið til eldri borgarar á það. Það er bara Eldri borgararáðherra. Já, hérna Ég er eldri borgararáðherra. Hér höfum við Inga Sæland, þú ert núna orðin smá sem Ég elska eldri Þetta borgara. er mjög stutt bara grínilega. Hér höfum við nýjan eldri borgarmálar á þeirra Ingu Sæland. Ég þurra að vera líka. Já. Þannig að núna er til barnamálar á þeirra, unglingamálar á þeirra, lundamálar á þeirra og fullorðinsmálar, maður heyrðist ekki þér, fullorðinsmálar á þeirra og eldri borgarar á þeirra. Hvernig er að fá þetta ráðuneyti? Já, það er sko nefnilega þannig að eldri borgarar. Já, mér langar að þakka þetta reyndar einunur spurning. Hvernig var það að hugga kallinn í hraðfréttum? Hvernig var það að hugga hann? Já, Fannar. Já, hann er algjör hálfveitur maður. Allir segja að ég sé... Inga Sæland, eldri borgarar. Núna ætlum við að fara yfir á Tomma og Búlina, hann er svefnmálar á þeirra. Nei, ég er ekki lína. Heyri, ég er hérna, en hvað við Bassi Maraj verið eldri borgaramálar á það? Nei, hann er bassamálar á þeirra, sko. En bassamálar á það væri lélegt ræðin. Ég ræð Bassi Varirnar plastaðar og bassan juicy. Vörða mína. Plestar. Sko, Ég var bara fatt eitt. Bassi Maraj er íslenski Cardi B. Ok, gerðu þú svona skett. Þetta er svona æði podcasti. Já. Ég til ég, ok, ég er hérna Nei, sko, út því að við hefum náttúrulega gert grína í skjónum. Þú ert þarna Patrikur Hæmer. Þú ert þarna Binni Klí. Ok. Já. Ég skal vera Bibba, hana Bibba flýgur. Já, ég er þá Bassi, ok. Ok, Sleiska, velkomin. This is Christmas. Já, þetta er svo... Christmas time, baby. Aha, já, þetta er svolítið spennandi, sko. Út af því að þetta er svo slei að vera að koma með podcast. Þetta er ekkert annoying, sko. Binni, þú elskar þættina Glee, sko. Jú, ég elska þættina Glee. Oh my god, bara mókar. Ég elskar Bibba flýgur sem betur en Glee. Ég hef þetta ágæslega Bibba flýgur. Patti, ég er bara ágæslega mókar. Mér líður eins og ég sé í himnaríki. Binni, eru því Sjókar, ég er bara fatt eitt. Ég held að Já, þú ert að leika þarna Patrikur J.
Nei, í alveg það. En þau gæti í alveg bara verið á eitrum allan tíman. Ég held það sko. Það kom í ljós Við látið þetta 20 ár sko svona að það voru allir að þeir voru bara hassi. Ok, Ég held að það sé komið tími fyrir dagskráliðin okkar þar sem við erum að gera smá svona neglu í svona Já, svona. á mækin. Juicy augu. Ég elska augun á þeim langar svo mikið að sjúga þau. Þau eru fallega fresh Ok, nú ætla Karla komin að koma aftur inn í eyrun og er út með æði podcastið. Já, getur þau farið í þekkið ekki? Já, Þekkið ekki, ég skal fara Ég út veit fyrst. Ok, þannig að þú ætlar að spila. Settu okkur jóla. já, ég er með Jón Jónsson jólalag. Það? Já, Frábært. það er eitthvað klukk að þetta er eitthvað svona heimsum Ég settu þarna herran netusmjör þarna. Þegar þú blikkar. Nei, ok, ég hef mér Eitthvað jólalag. Bassamala sé að þetta lag klárast og við setjum við bassamala á. Ok, ég ætla allavega að spyrja Maggi, farið samt langt frá alveg. Og Maggi, ok, þannig já, á ég að spyrja það seinna. Ég er að reyna að finna hvað. Já, ég þarf að spyrja Magga svo. Þegar þú blikkar. Já, auðvitað. Sérðu mann sem Þegar þú klikkar á netið, eins og klikkar svona klikk. á netinu. Já, á netinu, þarna. Á netinu. Amma henni dó í kjör. Á netinu? Á netinu. Nei, á netinu. Hún var nefnilega svona mím. Systir þín var grafin í gær. Snjókall falla. Þetta er Jón Jónsson, snjókall falla. Nei, þetta er snjókall falla. Það var eitthvað þannig sko. Jón Jónsson að syngja snjókott falla. Þetta er eitthvað svona snjókall falla. Nei, hann Aðdókna. Nei, snjókall falla. Á allt og alla. Á allt og alla. Frikki Dór kom svo. Ég er komin í geirinn. Svo bæja Ég get út eins og bróðir minn. Og svo bæja þeir eitthvað bært. Við erum óþægilega ólíkir. En svo þetta er alveg við getum kannski gert. Ok, við erum enda með þetta. Ég líst strax ekki vel á. Ok, við erum velkomin í King of Being a jólabarn. Þannig við byrjum með hérna. Úlfur, hvað er uppáhalds jólalagið þitt? Fyrir geða ég rótaði jólin. Þetta er agalegt sko. Þetta er sæðilegt lag. Getur ekki frekar þetta password lag. Komið er að jólastund. Þegar bassimulasi er Hvað langar í jólagjöf? Mér langar, Mest á er ekki. Jú, svona stóra gjöfina. ég held að ég sé bara mest að vilja fá þarna leikinn Stick Fighter Game sko. Stick Fighter Nei, Stick Fighter Game. Game. Nei, Stick Fighter Game. Stick Fight the Game. The Game, já. Ok, náðu því. Hvað varstu gamall þegar þú hættir að trúa svenga? Ég er ekki hættur að trúa sig. Nei, ok, þannig þegar þú vissir að hann væri ekki að gefa gjafir. Þetta væri bara Ég var að tala um þannig að ég verði að segja, ég hugsaði bara um 13 jólasinuna þannig. Já, ég er að tala um það. Þú veist, hvenær vissirðu að þeir væru ekki? Það var árið gamall? 2019. Já. Ég held að það var eitthvað svona, 11 ára þá. ég held að ég var bara, ég segjum bara 10 ára. 10 ára, ok. Að Grín. þínum að hver er svona tilgangi jólana? Ha? Hver er tilgangi jólana? Það er bara að hafa gaman Hafa og vera með gaman. fjölskyldunni Hafa og gaman. kissa krakkana Hafa gaman, segir. og já, bara og brenna og grilla raskati og hreindýr. Þetta meina Þetta sé kapitalism. Þannig að já, Hafa gaman. nei, fjölskylda. Fjölskylda. Vera með Ég myndi fjölskyldunni. bara segja kapitalism. Vera með fjölskyldu. Vera með fjölskyldunni. Nei, fá pakkana. Vera með fjölunni. Með fjölunni, já. Allir segja fjölan í stað fyrir fjölskyldan. Þeini Ég kvöldi get ekki lengur. Jú, byrju, þetta fyndi hvað til leiðilegt. stóð fagla Hvað á allt og er alla. uppbólsluturinn til að gera jólin?
Hvað? Hvað er bara sluturinn til að gera máli? Þú veist, baka, horfa á jólamyndir, opna pakka, vera með fjölunni, drekka malt, skilur, eitthvað þannig bara. Horfa á jólamyndir. Horfa á jólamyndir. Ok, þú senda Magga inn. Já. Þetta er svo ótrúlega lélegt lag. Ok, þú spyr hann inn þannig bara. Þú bara tekur, byrju. Já, það er komið tími á Magga. Ok. Maggi á meitin í kompuna. Meðan heyrðu við Jón Jónsson strippa. Jonni er núna strippa. Frábært. Jón Jónsson er mæltur í kompuna. Hann er að syngja ljúfa tóna. Úlfur, þú ert að fara út. Já. Út. Ég sagði hann tilbúin í King of Being a Jólabarn. King of Being a Jólabarn. Ok, jú, ég til ég King of the Hill. Jæja, þetta er tilbúin. Er það ekki bara? Það er það ekki. Nú, spyrum nummer 1. Hvað er uppáhalds jólalagið þitt? Það er Þetta sem er í gangi núna. Það er Last Christmas. Last Christmas. Jep. Það er svo góði texti. Það er aðalatrið, sko. Með aha. Ég held að það er skrifa það, sko. Ok, já. Hvað langar þér í jólagjöf? Hvað langar mér í jólagjöf? Stóra hluturinn. Stóri hluturinn? Já, stóra gjöfin. Mig langar í tölvu til að geta sendt áhugamálunum mínum. Tölva. Ok, nummer 3. Hvað varstu gamall þegar hættir að trúa að syngja eða lærið þér að það var ekki svengi byggi? Það voru jú frikking Ég var 10 ára. Sleið, sko. 10 ára, nummer 4, næst þessa spurning. Að þínu mati, hver er tilgangur jólanna? Að fá okkur öll saman, draga alla saman og að halda upp á jólin og fá gjafir og bara hafa gaman. Fá alla saman. Sá tilgangur lífsins, 42. Eða það. Að fá alla saman. Já, býttu, er ég að svara fyrir Úlf? Nei, við svarast þig. Já, ok. Heldur það sé ekkert mann að giska að fá alla saman? Já, þetta er bara svona að draga alla saman eða 42, bæði er gott svar. Hæ? 42 er Er það tala um eitthvað að vera með fjölskyldunni sinni? Já, svona. Skrifaði það frekar. Bara vera með fjölskyldunni. Já. Svo útrúlega lélega Undir mistilteini. Það var enginn að biðja þig að syngja. Þetta er nógu vantur svo þetta er núna Alltaf Hvað er uppáhalds hluturinn til að gera jóla? Baka eða opna jólamynd eða opna gjafirnar Opna pakkana Þú ert svona pakka Opna pakkana Já, það er bara, það er svo lítið gaman, sko. Hvað, er ekki það að kalla það inn? Jú, maður kalla Úlfur. Ok. Ég sendi honum SMS. Nei, þú nærið í hann. Ég sagði ykkur að senda mér SMS. Já, við erum að gera podcast, sko. Það er ekki að senda SMS. Það spila til að enn einu svona. Spilum bassa. Getur spila bassa á með. Ég ætla að skjóka þetta bassi við gert jólalag. Ég skal lofa að spila ef að bassi ef við gert. Og ef ekki það spilum bara sama lag og við spilum alltaf með bassa. Hann er á leiðinni. Og við spyrum hérna hræt. Mannbarn. Fullorðið barn. Hvað? Þetta er Bassi Maras. Ok. Þetta er ekki autotune þetta. Maggi. Já. Ok. Þarna, Maggi. Hvað er upp á sjólalagans Úlla? Fyrirgeðu að ég rotaði mjólinn með tvíhöfða, það ekki? Var ekki rétt? Það var rétt. Úlfur, en ég Magga. Hvað er upp á sjólalagans? Hvað er Maggi að dansa? Hvað er aftur bara þetta nefnir Rætmann. Nei, Armundur. Já, ég er búin að taka í byrtu, þetta var grín. Dansbreak. En hvað er það? Bara staðbyrði. Segðu bara. Hvað var aftur þessum Þormóður elskaði þarna í
Þannig ég hlakka svo til. Já, ég ætla að segja það. Last Christmas I wear my heart. Með Pétur Jóhanni. Hæ? Pétur Jóhann syngur þetta. Vissirðu það ekki? Já, Pétur Jóhann syngur þetta. Já, hann leikur líka kísu svo undir sig. Ok, en ég man, kíkja á TikTokið mitt, Arnfinn Sigurðsson að geggjað vídeóna þar með Pétur Jóhann að líka kísu. Það er nefnilega Arnfinn sem tók þetta upp, ekki Steindi. Já, en þarna, sko, þannig að, já, þarna er ég að spyrja, Maggi, Maggi, hvað langar Úlfi í jólagjöf? Langar Úlf í jólagjöf? Hann langar í Stick Fight the Game. Hann vissi það, sko. Ok, en þarna, en þú? Já, ég ætla að segja Nintendo Switch. Nei, það er 12. 12? Staðan er 0-2 hérna, sko. Úlfi, veistu að ég held að Maggi sé að vera king og fjólabann. Þú getur unnið, en núna verður ég alveg að hugsa. Þú veit ekki bara eitthvað. Núna verður Maggi þú allt rátt og þú allt rétt. Já. 3. spurning. Staðan er rosalega spennandi. Þetta lag er... Þannig að ég spyrir Magnús eða hvað, já, ég spyrir Úlf. Þetta hljómar svo Eurovision-lag sem komst ekki í úrslit framhald. Hvað var Maggi gamall þegar hann fattaði að söngi var ekki til? Hvað var hann gamall, Úlfur? Þetta lag er komið svona tensið, sko. Hvað var hann gamall? Maggi. Ég vil að jólabarn! Já, þetta er að koma í gíl, sko. Ég ætla að reyna að spila eitthvað annar með passa sem við höfum ekki hört. Það lítur til svo James Martin með þetta út af því þú lítur til svo hefur hvitt hár. Það er rétt. Ok, Hætta þessu fáuðarskap, hæ? Hætta að drekka úr því að gera neitt með lífið. Ég ætla... Vá, hvenar... Þú verður því að bara gera eitthvað. Ég er maður. Ég ætla að segja 8 ára. Hann var 10 ára. Nei! Maggi fær allt rétt. Ef þetta er allt rétt, þá ger ég aukaspurningu, ok? Ég skal lofa því. Til að skera úr ok, Úlfur, núna verður að vanda það. En Magnús, hvað var Úlfur gamall? Úlfur, hann var hann 8 ára? Nei, hann var 10 ára, eins og þau eru jafn gammal, sko. Eða við getum verið saman bara í þessu, bara, ég veit að þetta er erfitt, Maggi minn. Þetta var ekki erfitt fyrir mig, ég hefði alveg grunnsemdir. Ég veit ekki hvernig, ég trúi jólasetningi. Þetta er jólasetningi til. Ég er svo lélegur, ég þekki það ekki, sko. Ok, þið geta ennþá jafna. Ok, 4. spurning. Úlfur, hvað er uppáhaldið hans Magga að gera á jólunum? Er það að baka pipakökur? Nei, það er hver er tilgangu jólunum, ekki? Já. Tilgangu jólunum að mati Magnúsar. Að vera með fjölskyldunni. Rétt, fyrsta punktur á Úlf. Yes! Þú getur unnið þetta, eða þú getur jafna. Núna er það Maggi. Maggi, en hjá Úlfi? Hjá Úlfi er tilgangur jólana. Það er gett lag. Ok, ég bara veit það ekki. Er það að vera með fjölskyldunni líka? 3. punkturinn. Á mig? Já. Er það rétt hjá mér? Sko 3-1. Loka spurning, Úlfur. Hver er tilgang, hvað finnst Magga skemmtilegast að gera? Baka pipakökur. Nei, að opna pakkana. Ok, hvað finnst Úlfur skemmtilegast að gera í jólunum? Hvað heldur þú? Ég held að Úlfur finnst skemmtilegast að opna pakkana. 4. punktur, staðan er 1-4 sem þýðir að Maggi er jólabarn. Nei, það var að horfa á jólamyndir. Hæ? Það var að horfa á jólamyndir. Sagði hann það ekki? Já, það skiptir ekki máli. Nei, uppáhaldið mitt var að horfa á jólamyndir. Já, veitu, Þannig að hann hefur 3. Hvað segir Maggi? Hæ? Hann segði að opna pakkana. Já, ok, en það er ekki, það er ára jólamyndir. Ok, en ég er samt búin að vinna. Það vill maður ekki fara náður út af það og þið megið ekki höfðu þessu rífast. Niðurstöðun er komnar og það er niðurstaða. Hann er ok. Þannig að ef þið viljið rífast um það þá nei, segið. En þetta er því sem góða svona jólasögu, svona hvenær þið hættið að þeirra vissum sannleikann jólasögu. Ég veit að þið er tvær góður, vil ég deila það með? Já, ok. Stundum þáttarins. Ég var að fara í eitthvað svona jólastús með mömmu minni þegar við sáum frænku mína. 10 ára. Já, 10 ára.
og við vorum bara eitthvað að keyra, ég man ekki hvað við vorum að fara og setjum við frænku okkur og við sögum, hei, viltu að fara? Við lyftum henni inn og við sögum, nú hvað ertu að gera og eitthvað. Hún sagði, já, bara jóla bara sjáum jólasveinin eitthvað. Hún sagði eitthvað svoleiðis. Það var alveg augljóst að hún var að kaupa skógjafir, sagði hún. Ég er að kaupa skógjafir og ég bara svona Maggi, já. Ég er fyrir 10 ára dálítið seint. Ég veit ekki, já, það er seint, sko, það er seint. Ok, já, og ég veit ekkert hvenær, ég hefði alveg getur verið síðast ári, ég hefði ekki vitað það. En þarna, Úlfur, ennþá fyrr. Já, ég var í skóbúð með mömmu minni og þarna mamma var eitthvað svona, jæja Úlfur, við verðum að finna eitthvað til þess að setja í skóinn fyrir goða. En já, þú er bæði þýst mistök. Nei, núna mann ég. Þarna, ég var bara svona, brosið mitt var alveg farið eftir það og það tók henni smá tíma til þess að fatta og svo var mamma eitthvað eitthvað að og eitthvað svona og svo fatta hún það og þarna hún bara baðst afsökunar ógeðslega mikið svona sorry og ég var í rosalega miklu uppnámi eftir það sko. Þú fórst í bólið. Ég held ég hefði sagt þér með aldrin. Ég held ég hefði verið 11 ára. Eða ég hefði verið að verða 11 ára. Ég var líka að verða 11 ára þegar ég fréttaði þessu sko. Já, kannski. Já, jú, ég held þessi til. Ég hef rétt. En já, eitt sko, ég var ágætt að sögum. En það var ekki foreldrar minnar og frænka minn sem getur mér svo. Nú, var það aðsett? Var það Lúna? Hafa Lúna? Nei. Vaknaður við að þau voru að setja í? Nei. Sagði eitthvað í skólanum þér? Nei. Kallt okkur þú svo? Nei. Það var tvíhöfði. Já, tvíhöfði auðvitað. Ég var svona 10 ára að hlusta á tvíhöfða. Það var Jón eitthvað, já ég elska að fara í svona búðir. Ég elska að fara í svona búðir sem að já, hann er eitthvað sem svona, ég elska að fara í búðir sem að svona kaupa gjafir til að setja í skóinn hjá börnum. En jú, ég hafði grunsemdir og ég bara, takk fyrir Jón fyrir að eyðileggja valdaskólum mín. Ég bara takk Jón fyrir að láta. Arnmundur, þú ættir að senda þetta sem svona áhörn og svo til tíða. Góðan daginn, ég heiti Svo kemur þú ert eitthvað sko bara svona góðan daginn, ég heiti Arnmundur, ég er svona 13 ára og ég er búin að hlusta tíða mjög lengi. En mér langar bara að segja að Jón var svo sem sagði mér að jólasveinninn var ekki til. Takk fyrir að kenna mér og gera heiminn minn skýrari. Með bestu kveðjum, Arnmundur. En þarna Pælið þið sko. Já, þú verður að gera þetta. En sko þarna þegar þú ert að svona hlusta og þú ert að segja svona takk fyrir að láta mig vita, þá segi Jón svona ekkert að þakka í þættinum. Og þá er hann að tala við þig. Svo kemur Jón Gnarr úr tölvunni eða símanum. Ætlarðu samt að bjóða Jón Gnarr í bíó? Þú vorum að tala í afmælinu í gær. Ég held að þú sagðir að Jón Gnarr væri að bjóða mér. Já, þú getur líka búið Jón í bíó. Nei, ég var að spyrja Úlf svona hvað myndir þú gera og Jón myndi hringja í svona Úlf, ég er að spaka hvort þú vilja með bíó. Ég hef heyrt að Jón, hann er ekki og ég sagði engatto eins og Jón, ég hef heyrt að hann sé mjög óþolandi til að fara í bíó. Hann svona hlæra af öllum eins og svona morðmyndir og svona fucking hálfviti. Og það er mjög pirrandi að fara með hann. Já, ok, svo hann er kannski innblásturinn fyrir í gæinn, í bíógæinn. Ég myndi bara hlæja Nei, hann var í alveg því bara svona hann var svona pirrandi. Hann var með eitthvað svona, heyrðu, hvað meinur? Það er komin 21. öldin. Þið þurfið ekkert að segja 20th century folks. Já, hvaða kahút voru við að spila? Já, þetta var sem við gerðum fyrir afmælið hans Bjössa. Sko, litli bránsmakandi Björn og hann er pingu lítill og bestu vinur Úlfs. Og þú ættir að bjóða hann með afmælið. Nei. Jú. En það mæli ekki með því. Við vorum að spila kahút í gær með þetta sem litli bráns bjóð til og Ívar sem býr í Noregi, hann var með í þessu og hann sá þá bara svona hringina og eitthvað. Það var pínu gaman. Við hefum átt að hafa hann að voice dagbók Kitta Klaufa myndina, þá fór ég bara Já, við spilum hann ekki. Akkur þetta hann það í gang. Bjössi sett hann í gang. Þú ert líka í gang. Nei, Bjössi sett hann í gang. Já, Maggi, þú varst ekki að gáði hugmynd. Ég bara alveg hann að gera. Já, við vorum ekki að fara að horfa á myndina. Nei, en þarna já, og síðan Ég held að þú fattar að þetta var greið, sko. Fóreldræðinu voru sem eitthvað að reka
Þarna Bjössa og Bjarna út vildu fá okkur lengur Nei, það voru bara að þið vildu fara Þið vildu fara Já Ef þú segja eitthvað, strákar ég held að það sé góðan tíma að þið fara kannski fram heim eitthvað Já, það var bara átti við okkur Já, og síðan seinna þá ætlum við að fara því með eiginlega vera lengur strákar Erum alltaf, ef að skella okkur í flugu kannski? Já, ekki skella okkur í flugu En annars En já, byrjum þá sketsin Svona feitt Hvað er ferðsækjana? Heyrðu þeirra, þú mátt ekki veiða endur hérna Ég má alveg veiða eins og ég vil sko. Hvað, þú ætlar ekkert að banna mér frá að veiða jólamatinn, ha? Já, en þú hefur ekkert leyfi til þess að veiða á þessu svæði, sko Jú, ég býð bara hérna rétt hjá Þú átt þetta svæði ekkert, sko Jú, ég býð hérna rétt hjá, ég má veiða eins og mig langar til Hvað er þú að banna mig? Það væri nú kannski lægi að veiða endur ef það væri ekki á Reykjavíkurtjörn Getur ekki farið eitthvað annað Þú segir ekki, þá þú endaði jólamatinn Ég get sagt þér það Ég vildi bara fara hérna Amma Afsækja þetta átti ekki að væri þig Drulla þú þér, það fyrir hlokanist Ég fer bara hérna Þetta var fluga og þetta var náttúrulega tekið upp áður en þennan þáttu tekið upp Já svona klukkutíma síðan Ok, er ekki þátturinn bara að enda þá? Ekki alveg sko, 10 mínútur Þetta er Christmas special sko Við ættum að taka eitt jólalag saman, er það ekki? Hvað segir þið? Ok, getur við tekið last Christmas? Nei, strákar, við ekki að snöggur falla Munið ekki eftir, við byggum til jólalag Karlakó jólalagi Jólin eru komin í karlakofanum Í kompunni er gaman Þá eru jólin er í kompunni Jólin er í kompunni Já, við ætlum að taka fyrirgjaða í rótaðu Já, það er í endanum þettinum sko Spotify, ég er ekki með Spotify Ég er ekki með Spotify Ég er nýbúin að fá Við spilum það í lók þáttur eins Þannig að, sorry að ég rótaði jólin Og við hefum ekki að syngja með í þessu rótaðu Sko, ég fatt ekki alveg Snorri Jólaþáttur Hann er með Spotify Samt segir hann alltaf við mig að hann hlusta ekki á tónlist Það er sama hjá mér, sko Ég hlusta á tónlist en ég hef ekki Spotify, sko Pabbi minn sagði nefnilega við mig að sko að þegar maður er komin á þann aldur og maður fær samfélagsmiðla þá myndi ég hlakka mest til þess að á Spotify segir pabbi minn Ég hlusta mjög mikið tónlist en ég skil ekki út Þú veist að það er til svona fjölskyldu aðgangar Já, ég er á fjölskyldu aðgangi Já, en maður má bara vera 8 ára með það, sko Nei, ég reyndar ekki Já, við vorum búin að tala þennan fjölskyldu aðgang og við vildum það ekkert Nei, það er alveg mjög sniðugt Það eru bara svona margir aðgangi Það er bara svona, þú streymir sér til Netflix eða bara hver er að hlusta eitthvað Ok, hvað er þú að gera? Það er sko 105 Discord Ok, ekki þú verið símanum Þú veist hvað það þýr Ég var samt Já, samt Sko, áður en við vorum að leggja þess að þá er ég þetta er svolítið gott umræði fyrir jólaþátt Búin að glemma þið Já, með eitthvað gott umræðefni fyrir að snakka jóla Hvað er það? Út að grína sig Nei, það er að koma jól og svona Þannig að þið eru svona, þið eru að opna pakkana og svona, þú vilt fá hvað tölvuleik og þú vilt fá Maggi vill fá Já, eftir að fá svo miklu fleiri Já, en En já, strákar, þið eigið Þið eru komin nýjan síma Maggi að slökta mig Já, við fengum báðir nýja síma í afmælisgjöf frá mæðrum okkar, eða ekki? Nei, ég fekk frá föðum Nema málið var að mamman Magga var með iPhone XR en pabbi minn með iPhone X Þannig ég með betri síma en Þótt að pabbi minn líki alltaf við að fá nýju síma Já, þið eru komin að samfélagsmiðla og svona Já, nokkuð, ég er ekki sko Pabbi minn er sko núna Já, ég er ennþá með mjög lélegan Sko, þegar ég sá öll þessi beiðni friend request frá allt þetta fólk þá var ég bara, wow Þetta er að gerast, sko Ég skil þig, sko Ég er með eitthvað 20 vini á Facebook, sko Ég fannst þetta bara að vera svo skrítið að líta á þetta bara, vá, bara allir
allir vilja vera vini mína. Tölvu? Ég finnst Facebook ekki Já, sko, Ég þarf að vera með strákar, þinn á Facebook. ég hef séð allar þessar svona, þannig að það er hægt að skrolla og sjá alls konar vídeo þið vita á Facebook. Facebook Watch, þetta það Ég sé fullt af ykkur steiktu drastli. Það þannig sko. Já. Það líka þannig á mér. Það er ekki sko, öllum sem er það sem ég sé er til dæmis kona sem er ólétt og er að fara að koma einhverjum á óvart fyrir einhvern gæja, fyrir einhvern manninu sínum sem er í hernum, að koma einhver blóm, eitthvað svona, og þetta lítur út fyrir að vera ógeðslega feik. Þetta er líka svo langdregið öll þessi vídeo. Og ég sammálaður. Það er eitthvað svona, hún er eitthvað haldandi og pakkað yfir maganum sínum sem er alltof obvious, og eitthvað svona, ég var ekki með hljóði í gangi, en þetta er klálega hvernig það var. Ég veit að þið munu ekki heyra þetta, kæru hlustendur, en þetta var einhvern veginn svona. Og svo kemur eitthvað gæin eitthvað svona. Það er líka fyrir fram að hlustendur í útvarpi. Hann tekur ekki einu sinni í pakkan, hann bara svona, og hún er eitthvað svona. Maggi var ekki ali. Þetta er svo gott, þetta er svo kött. Oh my god. En þarna, Ég er að taka svona Home Alone svona. svo líka annað. Já. Það er Hann var að horfa á 3. Já, ég var að horfa á 4 í morgun. Já, úff, er hann ekki léleg? Þetta er alltaf fyrir sem Þetta er versta Home Alone myndin. Ertu í sammála mér? Jú. Númer 5 er mér. Nei, Númer 5 er ekki svo verstar. En þarna, það er líka annað eitt sem ég sá á Facebook. Það var með hljóði, sko. Það var einhver kona og einhver önnur kona sem var að taka upp, og þeir voru með einhver gamla kaglagrímu og þeir eru þykjast að svona bíllinn var komin í eitthvað rosa slys eitthvað og ætlaði að fara að laga svona mótorinn eða eitthvað, og þeir áttu vona einhverjum 2 gaurum sem voru að fara að koma einhverju svona rosa einhverju svona gæjar eitthvað sem er alltaf svona reyna við stelpur eitthvað eitthvað svona svo Just for Love Gags? Er þetta eitthvað svona þannig? Já, þetta var ógeðslega feik. Nefnilega að hún átti að koma svona á svona fremri partur af bílnum þar sem maður opna svona. Hún átti að vera svona hallandi og vera alltaf eitthvað svona liftandi fæð. Úlfur, veistu það, ég held að áhörðu svona freka saman. Já, núna er ég eins og elsti. Ég er núna einu sem skilur þetta ekki út og ég er lengur búin að eyða Facebook. Og og svo koma þessi 2 gaurar þarna og eitthvað, ma'am, are you okay? Is there something that we can do, ma'am? Svo líta eitthvað rassi. Ég tekur Mr. Beats á mér. Hann er eitthvað ljóslið ykkur kona skemmt. Eitthvað, ma'am, og konan heldur bara áfram að koma svona, þykjast að vera að skoða bílinn, og eitthvað, ma'am, is there something, þeir þori ekki einu sér að fara svona hinga það sem andlit hennar og kíkja. Og hlustundur skilja ekki neitt. Nei, ég held að enginn var áhuga. Nei, ég held að það komið gott bara. Nei, býtu. Úlfur, ok, Nei, það er nokkuð viðbóð. Við erum sama. Við ætlum ekki að hlusta það. Það var annað vídeo þar sem kona setti fisk í klófið á sér. Takk fyrir þessa seríu, Karla Gonnek. Þetta er mjög góður leið til að enda. Við erum fyrir að enda seríuna. Við þurfum að enda með eitthvað svona. Maggi, hættu í símanum. Við viljum að og bara þetta og bara hessi heyrnartólum á gólfið. Maggi, þú ert alveg sjúkur í henn. Strákar, ég var að heyra hana mjög áhugaverða staðreynd. Maggi, þú hefst kókain í gær. Þú hefst nýjan sím í gær. Ég var að heyra það. Maggi, farðu nær mikrofónum. Ég var að setja það heyrnartólum. En ég var að heyra það, sko. Og ég syndi Sanna að gefa börnum síma. Þeir fá jafn mikla gleði og gefa þeim kókain. Þeir fá jafn góða tilfinningu. Maggi, þú ert að fá kókain í gær. Hugsaðu tilfinningu þegar þú opnaði pakkan og sást iPhone-in, liði vel. Varstu bara það er bara jafn mikið að fá sér kókain, sko. Þannig að Maggi, kókain í gegn. Já, við þurfum bara að fá kókain aftur, sko. Já, Úlfur, hvað fannst Úlfur? Þú veist að fá kókain hvað fyrir viku eitthvað þannig? Ég var ekki svona rosalega glað. Getum við tala um, ok, annars hann er, nei Ok, Maggi, Úlfur, þú ert með grátt hár.
Já, ég er orðinn gamall. Úlfur, Maggi, það er slögt á mikrofónum og þú varst í símanum. Nei. Ég er orðinn gamall. Nei, mér. Maggi, við samþyktum þessu reglur fyrir löngu. Já, come on, þetta er jólin. Hátíð ljósa og gleði. Til að við erum með vinum og ekki í símanum. Ég lofa að vera ekki í símanum meira. Legðu þá síman fram. Ekki hafa svona. Ég verð ekki í símanum, ég lofa. Í símanum í andlit á Mattías sko. En segja, við þurfum að enda seríuna á svona funny bunny. Ok, ég segi Við segjum hvorum öðrum brandar. allir að Ég segja ætla að byrja á því að segja. Maður segir brandara úr tvíðarsýningunni. Nei, þú voru að koma með þinn eigin brandara. nýjan. Ég ætla að segja Armundur brandara. Ói, Armundur. Einu sinni voru 2 appelsínur að leppa við höfni. Já. Ein datt niður í sjóinn og Ég lærði þetta frá litla bróðum að smakka. og hinn sagði koma svo flýttu, skerðu því í báta. Já, og hann lærði þennan brandara úr andyrðisblaði. Þetta er ekki snilja. Brandarinn er í alveg svona. Þeir eru að bá bryggju, ekki, neða brúmeini, ekki bryggju. En sko, Ég ætla reyndar fyrst að fara rosa langt út í hennar brandara. En þarna Úlfur, þú varst líka að tala um sko þessi tómatabrandara bara virkar ekkert á Ísland. Nei, það virkar ekkert á Nei, Ísland. ketchup og Já. síðan bara Svo er bara, drífðu eitthvað tómatsósaði. þá er þetta ekkert fyndið. Nei. Það er fyndið á ensku. Þú sett í krakkaskaupinu. Nei, sökar, á íslensku, þá ætti þetta frekar svona 2 mennir lappur úr göttuna og svo er kirkjaut þeirra og þá segir drullar líka líkið þitt. Þannig þá að segja brandara. Já, þú átt að segja Mattías sem brandara. En Úlfur, þú bjóst þennan brandara ekki til. Nei, ég var að búa til brandara, Já. Nei, ok, ég segi bara eitthvað. Nei. Já, ok. Þú er bara síðastur. Já, ég segi bara fyrst sem þetta er ykkur. Ég hef sagt þér hann brandara og þú mátti að segja fara svona. Ég veit ekki hvort það þið það verður, þannig ég er eiginlega ekki að segja Mattías. Ég er að Segja mér. Já, þú er hérna á þessu. En ég átti einu sinni mjög góðan vinn sem heit Óbel. Hann var alltaf mjög góð við mig. Alltaf þegar ég var að tala við hann, þá segi ég alltaf takk Óbel. Þessi góð. Ok, nú ætlum ég að segja Takk Óbel, skyndibita keðan. Já. Þú er svona Þannig að ég ætla að segja brandara úr tvíðarsýningunni út að hann er mjög fyndinn. Já. Þannig að þetta er Jón að tala um sérinn og Maggi, þannig að ég ætla bara að láta þú ert ekki að leika sigur nú, nei. Bara verður þú sjálf. Þannig að heyrðu Maggi. Magnús. Já. Hæ. Ég sé hún. Nei, ég er ekki, ég er bara Maggi. Þannig að hvað gerði páfinn þegar hann var hjá geðlækni? Nú, ég veit ekki. Nei, augljóslega ekki. Geðlæknar segja aldrei hvað þeir gera og páfinn var hjá geðlækni og þetta myndi geðlæknar ekkert vera að segja hvað páfinn var hjá Maggi. Augljóslega veistu það ekki, já. Kannski þú ekki bara sagt að nei, ég segi ekkert neitt frá þeim. Og auðvitað veist þú það ekki. Já, þetta hljóma. Þú getur kannski bara sagt Já, það er sko stór spurning. Það er stór og góð spurning, sko. Þú ættir að spurja páfan bara að þessu. Nei, þú eyðilegar brandara. Ok, alltaf leið. En þú ert að spyrja og segja eitthvað við Úlf. Af hverju á maður ekki að hleypa alkohólistanum inn á hérna listastúdíóið? Já, ég veit það. Af hverju? Út af því að það eru til svona alkohólmarkar sem að hafa áfengi í þeim. Teiknum við. Ég vissi það. Ok, nú ætlum ég að reyna að segja 5 brandara og 10 Ok, ég ætla að taka tímann. Ok, þarna 3, 2, 1, byrja. Þarna Walt Disney, það datt hann. Þarna ef Maggi Mix myndi lifna við aftur, þá myndi hann heita Maggi Remix. Þarna er Tom Cruise eða Bolli. Ég náðu að segja 3 brandara og 10 sekúndur. Þetta verður aftur sekúndur. 8 sekúndur, vá, það var rætt. Ok, æði. Við erum komin í Ef ekki að ljúka þetta er svona orðið svo þreytt, sko. Þetta er bara Já, við Mér langar hægt að tegja lópa þessar spurningar líka bara. Mér langar ekki að edita lagið. Mér langar að djamma núna, sko. Já. Bara yfir Já, ég er sammála. Ég held að við ættum að hætta að tegja lópan Og syngja. Ég Ég ætla að taka vídeo af okkur að dansa við lagið allan tíman, ok? Nei, takk. Akkur ekki. Bara Bara fyrir persónulegu miðlan?
persónulega meðlum? Já, bara private aðgangan á Insta. Þetta hvort mér nei, takk. Hvernig að marga aðganga? Nei, ég bara með private aðgang á Instagram. Ég bara með henni í finnlagi, þá var ég bara að segja. Já, nei, þetta en já, við erum öllum hans miðlum og það er í lýsingunni. Takk fyrir þetta, ekki taka myndband. En annars viðbót er að við Úlfur erum á öllum helst. Já, og þá verður það bætt við. En ég er með private öllum, svo þið geta ekki fundið með gleðileg jól, já, þó þessi búin þegar þeir hlusta á þetta. En alltaf 13. sko. Kannski er það að hlusta þetta næstu jól, bara fyrir næstu jól. En gleðileg jól og hérna er afsakið að ég rotaði þeim jólin með tvíhöfða. Nei. Fyrirgefðu. Ekki afsakið. Úlfur er á TikTok. Og ég mun breyta. Úlfur, ertu búin að tala? Úlfur, þú getur fengið svona mann sem bara erum við að fara að syngja með hann? Já, gleðileg jól. Erum við að fara að syngja með hann? Nei. Jú, syngjum með. Nei. Jú, víst. Nei. Allavega að dansum. Það eyðileggur það. Annars gleð Síðastliðnum jólum kom jólasveitnin heim til mín með fullan poka pökkum og kumpánlega svipinn sinn. En ég varð dálítið hissa, hélt að einhver var að brjótast inn, svo ég steinrotaði jólasveinin minn. Ég barði hann með beisbólkylfu og sparkaði vömburæn. Ég hendi honum út gluggan og sendi hann í sjúkrafrí. Það bara eitt sem ég vil segja við þennan jólasvein. Fyrirgefðu að ég rotaði þig jólin. Já, fyrirgefðu að ég rotaði þig jólin. Ég vona að þú komir aftur þessi jól. Því nú ætla ég að taka betur á móti þér, með ólgandi pizzu og rafmagnsjólastól. Já, auminga jólasveitnin, hann fór alblóðugur heim. Sjúkrabíllinn sótt hann, á blóðið í skegginu skein. Hann var ekki með neina meðvitund það sem eftir var að jólunum. Öll börnin sátu heimaleið og biðu eftir bökkunum. Já, fyrirgefðu að ég rotaði þig jólin. Ég vona að þú sért sáttur við rafmagnsjólastólinn. Já, fyrirgefðu að ég rotaði þig jólin. Ég ætla ekki neitt að rota þig þessi jól. Ég ætla ekki neitt að rota þig þessi jól. Ég ætla ekki neitt að rota þig þessi jól. Ég ætla ekki neitt að rota þig þessi jól. Ég ætla ekki neitt að rota þig þessi jól. Ég ætla ekki neitt að rota þig þessi jól.